Heldur betur fjör helgina en Jóhann Alfreð kominn gleðilega hátíð eins og maður segir, fáðu glas og skálum. Sjáu ekki veisluna, drengir. Hvað ertu með núna fyrir mig? Já, það náttúrulega bara veislan, það leiðréttingin og nú flæðir allt í peningum í kringum þjóðfélagið, 6 árum og 5 vikum eftir hrun. Mér skildist að það hefði allt verið troðfullt á öllum kvöldofnunum í bæði Smáralind og Kringlunni í gær, 1200 mann sem mættu á lagersölu hjá Nike, 11 landkrúserar sem seldust í gær, 5 BMW X5. Þú ert að ljúga þessu? Nei, ég er ekki að ljúga þessu og það verður að hrósa ríkisstjórninni fyrir gríðarlegt hugrekki vegna þess að í fyrsta skipti í mannkynssögunni þá er verið að taka öfugan hött, það er verið að taka öfugan hróa, taka frá fátækum úr samneyslunni og gefa ríkum. Skýrt með það, tölum þá sem að eiga, hingað eru komnir fleiri sérfræðingar. Sérstakur sérfræðingur okkar á fasteignamarkaði, það er Vernharð Þorleifsson, Venni Power. Þú ert í stuði, sé ég. Er ég í stuði, já. Gengur vel að selja? Það gengur mjög vel. Bara í dag, hvað er búið að seljast í dag? 4 farnar í dag. 4 íbúðir? Blokkir. Hann lýgur þessu. 4 blokkir. Herri, menn er ekki fasteignasalar í dag, þeir eru fasteigna heildsalar. Venni Power, takk kærlega fyrir komuna í hraðfréttir. En það eru þetta margir sem hafa áhyggjur og velta fyrir sér, já, er þetta ekki allt saman að fara að fura upp bara í þenslu og rugli. Hingað er komin í hraðfréttir sérstakur efnahagsráðgjafi okkar, það er hann Gísli, Gosi. Gaman að sjá þig. Hvað segir þessar áhyggjur manna það að þetta sé bara alltaf að fara að fura upp í þenslu og verðbólgu? Já, nei, það mun alls ekki gerast, engar áhyggjur. Gosi! Nei. Gosi minni, hættur romminu? Já, nei, Já, þetta var Gosi. Herru, þannig var nú það, Bendit, en ég segi bara gleðilegan föstudag og gleðilega hátíð. Sömuleiðis gleðilega hátíð.